Já, varst þetta var svona helst hægt að segja svart og hvítt þessi leikur fyrir og seinni hálfleikur og já, þetta var meiri hasar kannski undir lokin en þú hefur viljað með við hvernig fyrir hálfleikunni gekk. Við erum orðin vön þessu, við spilum svona. Við spilum í bylgjum upp og niður, við spilum rosa vel, rosa illa, rosa vel. Við erum vanar þessum sveiflum og við erum rólegar þegar slæmukaflarnir koma og við erum meðvitaðir um þetta og okkar hlutverk núna bara sem lið og hópur að minnka, stytta, fækka slæmukafla á dífunum og reyna að ýta meira undir góðu kaflana og þannig munum við nálgast toppinn, það er eina leiðin. Og það gekk greinlega í dag þegar byrjið leikinn svolítið jafnt, þetta er 2-2, þannig að eftir einhverja 5-6 mínútur og svo allt í einu er þetta komið í 12-6 á frekar stuttum tíma. Já, Haukar gáfu bara færi á sér og við náðum að keyra á þær og það forskot gaf okkur helling og þegar þær komu með svar og svo gerist alltaf með svona góð lið eins og Hauka, þá höfðum við nægan höggpúða til að taka og vorum ennþá yfir í hálfleik sem var mikilvægt. Ég er hins vegar gríðarlega stoltur á liðinu að þegar þær komust og náðu yfirhöndinni meira að segja mest 2 mörk yfir, þá hættum við ekki, við héldum áfram. Höfum trú á því sem við erum að gera, saman hvort það er að ganga eða ekki ganga, þá höfum við ekkert annað en það sem við gerum. En hvað breyttist þarna í hálfleiknum? Þið farið úr að vera 2 yfir og svo fáið þið 2 mörk bara beint í bakið í upphafi? Já, það er bara enn ein af þessum tiktúrum okkar, stundum. Við höfum lent í því nokkur sinnum í vetur að kom ekki alveg úr startblokkunum í seinni hálfleik. Andstæðingarnir eru eflaust meðvitaðir um það, þjálfararnir í þessari deild er ekki neinir krakkar, þeir kunna sitt fag og við erum að experimentera með ýmsar leiðir og það kemur að því að við komum á fljúgandi start úr seinni hálfleik. Þetta var svona leikur varnar og markvarðar og Katrín heitir ykkur rosalega góð í dag. Já, ég meina það er alltaf gaman þegar markmaður er hetja leiksins. Yfirleitt alltaf ykkur útispilaður sem skorar eitthvað mark sem að færa allt glóríið. Í dag fékk, og það má ekki gleyma því að Áslaug varði gríðarlega mikilvægt dauðafæri þegar leikurinn var að fjara frá okkur og þær báðar vörðu mjög mikilvæga bolta á réttum augnablikum þótt að Elín hafi varið miklu fleiri skot, þannig að þetta er stundum er þetta spurning um réttu boltana. Sem að það var svo sannarlega hana í lokinn þegar eru 14 sekundur eftir og fáið á okkur víti. Já, ég meina það er komið tími til að einn af þessum leikjum detti okkar megin, við hefum margoft verið að hinum endanum og það er súrt. Þetta var svona baráttuleikur og nóg sem er að taka með úr þessum leik? Já, við erum bara á okkar vegferð og erum bara að vinna eftir okkar verkseðli sem maður noti nú íþróttakennara hugtak og það er ekkert annað í þessu heldur en að halda áfram að vinna og gera það sem við kunnum best. Við getum ekki verið kýl bara því okkur finnst það flott. Já, takk.